Sest hjá mér Dóra Sif Týnes, lögmaður og fyrrum forstöðumaður lögfræðiskrifstofu EFTA í Brussel. Velkomin Dóra. Mér langaði að fá þig til þess að ræða þessum EES-samningin. Það virðist vera að fara á stað eitthvað svona umræða kosti og galla þessa samnings og kannski er rangt mat hjá mér að upplifa svona kannski að sé koma eitthvað svona undiralda í samfélaginu sem er svipar til þess sem gerist í Bretlandi og leiddi til Brexit og kannski er það ekkert nema sjálfsagt að taka stöðu á þessum samning sem hefur svona mikil áhrif á okkur. Þú ert sérfræðingur í Evrópu og EES-rétti og hefur náttúrulega skoðað þetta mikið. Í þessari skýrslubeiðni sem nú kom fram á Alþingi um EES-samninginn, þá er beðið kosti og galla og bara líka beinast að spyrja þig, hver eru helstu kostir þessa samning sem við höfum verið núna næstu í aldarfjórðung aðilar að? Já, helstu kosti samningsins eru náttúrulega þeir að þeir veita okkur aðgang að innri markaði Evrópu. Hvar búa 500 milljónir manna. Já. Þannig að okkar heimamarkaður stækkar frá 330.000 upp í þessar 500 milljónir. Já. Og það náttúrulega gefur okkur gríðarleg tækifæri. En kostirnir maður horfir yfir söguna, því nú er samningurinn að þess að vera 25 ár síðan að hann tók gildi. Þá hafa honum fylgt rosalega mikla réttarbætur fyrir íslenskan almenning. Hvort sem við horfum til, við áttum ekki samkeppnislög áður en að þessi samningur kom til sögunar. Vinnumarkaðsréttur, réttindi launþega, mikið af því má rekja til samningsins. Umhverfismál sem voru hérna til umræðu áðan, til dæmis mat á umhverfisáhrifum við framkvæmdir. Þetta er allt löggjöf sem má rekja til EES-samningsins, þannig að hann hefur líka fært almenningi hér á landi gríðarlega réttarbætur og felur náttúrulega í sér að einstaklingar og lögaðilar eiga að geta treyst því að réttindi þeirra samkvæmt EES séu virt. Þó að það gangi ekki jafn langt og í Evrópuréttinum, þar sem er byggt á svokallum beinum réttaráhrifum, að þá samt sem áður er þetta gríðarlega mikilvægt fyrir okkar daglega líf. En ef við förum aðeins í svona gallana, hvað er það sem kannski við einhverju geti upplifað að við séum að tapa á því að vera á þessu í aðilar sem samningi? Já, gallarnir felast náttúrulega einkum í því að vegna þessa fyrirkomulag sem að við höfum valið, að því að við völdum að fara í EES, við völdum ekki að taka skrefið til fulls og sækjum aðild að Evrópusambandinu, að þá náttúrulega er kannski ákveðin lýðræðishalli innbyggður í þennan samning, vegna þess að samningurinn hefur alltaf gengið út frá því og það er í raun og veru þannig sem hann er settur upp í upphafi að frumkvæðis skyldan, við getum kallað það sem svo, liggur hjá Evrópusambandinu. Það er Evrópusamband sem kemur fram með löggjöf sem varðar innri markaðinn, EFTA-ríkjunum ber skylda til þess að taka hann inn í samninginn og innleiði sinn landsrétt. Þannig að frumkvæði liggur klárlega í ESB-megin. Það er ekki gert ráð fyrir samningnum til dæmis að EFTA-ríkin komi með tillögu að nýri löggjöf. Og í því kannski felst að einhverju leyti lýðræðishalli, en þá verður maður líka að horfa til þess að allt alþjóðasamstarf er því marki brennt að þar eru þjóðir að koma saman og komast að einhverju sameiginlegri niðurstöðu. Þannig að hver eru tækifæri Íslendinga til þess að hafa áhrif eða koma sínu sjónarmiðum á framfæri þegar verið er að ákveða svona löggjöf? Eru þau ykkur eða? Já, sko, það eru ákveði samningnum sem að kveða á að sérfræðingar frá EFTA-ríkjunum hafi aðgang að nefndum og vinnuhópum á vegum framkvæmdastjórnarinnar og geta vissulega tekið þar þátt og viðra sín sjónarmið. Það sem að kannski breytist eftir sérstaklega Lissabonsáttmálann 2009 er að Evrópuþingið og ráðið fá meira vægi sem sagt þegar kemur að því að taka upp nýja löggjöf ESB-megin. Hvað þýðir þetta? Það þýðir, við til dæmis við höfum engan aðgang að Evrópuþinginu. Við getum sendt, sem sagt, EFTA-ríkin gera það iðulega að þau senda svokallað EFTA-comments, sem sagt sín sjónarmið, en þar er í raun og veru ekki samningum gert ráð fyrir að sé einhver snertiflötur. Hins vegar, ef við horfum til dæmis á EFTA-samninginn, þá er hann náttúrulega, hann er mjög víðtækur, hann er
verðum við líka að hafa það í huga að við þurfum líka svolítið að velta fyrir hvert vandamálið. Í langflestum tilvikum erum við að tala löggjöf þar sem að 28 ríki, þar með okkar nágrannaríki hafa komist að samkomulagi einhverjar réttarbætur. Ég hef ekki enn séð einhverja gerð sem að stangast alfarið á við hagsmuni Ísland eða hagsmuni íslensk almennings. En hins vegar, eins og ég segi, við verðum að muna það að við veljum þessa leið og með því getum við til dæmis haldið landbúnaðar og sjávarútvegsstefnu fyrir utan og við getum skipað þeim málum eftir okkar höfði. En þá fylgir það að við höfum minni aðkomu að ákvarðanatöku að því að varðar önnur sviðinir markaðarins. Og hvað sérðu fyrir þér myndi gerast ef að við myndum bara hreinlega að segja okkur úr þessu samstarfi? Er það eitthvað svipað og Bretarnir að takast á við núna? Þyrftum við þá að fara í það að semja við öll þessi ríki einhverja fríverslunarsamninga eða er það í rauninni bara eitthvað sem er yfir höfuð hægt að ræða að við slítum þessu samstarfi? Nei, Evrópusambandið náttúrulega með sameiginlega viðskiptastefnu. Þannig að þú semur bara fríverslun við Evrópusambandið. Þú semur ekki við hvert ríki fyrir sig. Er það í boði? Er það í boði? Já, Evrópusambandið hefur sjálft ályktað og gerði það í úttekt sem var framkvæmd 2010 að til dæmis tvíhliða samningar eins og Evrópusambandið á við Sviss sem eru rúmlega 120 samningar að sú leið sé fullreynd og verði ekki farin aftur. Þannig að það er engin áhugi Evrópusambandsmegin á því að fara slíka leið. Ugglaust myndum en semjum einhverju fríverslun en hver yrði hún og hvaða áhrif hefði það á bara íslenskan almenning? Við höfum í dag rétt á því að fara til Evrópu, búa þar, starfa, nema og njótum allra réttinda sem EES-borgarar. Viljum við taka það út? Íslensk fyrirtæki hafa beinan markaðsaðgang. Þau geta hagað sinni starfsemi eins og hvert annað evrópskt fyrirtæki. Vilja menn missa það? Þetta eru svolítið stóru spurningar. Og þess vegna er svolítið athyglisvert að í þessar umræður sem er komið upp núna og menn segja að þetta er svo gamall samningur og það bara endurskoðan. Samningurinn er náttúrulega mjög dýnamískur. Samningurinn byggir náttúrulega á þeirri forsendu að við séum alltaf að taka upp nýja löggjöf. Þannig að samningurinn hefur náttúrulega breyst gríðarlega á þessum hartnær 25 árum. Ég hef ekki séð neitt sem að hefur kastað þessu fram, koma þá jafnframt fram með hver eru þá samningsmarkmiðin. Hverju ætla menn að ná fram með endursamningu? Nú skulum við til dæmis muna að samningurinn er gerður í umhverfi þar sem að sátu 7 ríki öðrum megin við borðið og 12 ríki hinum megin. Og hann endurspeglar það ástand með að hann er mjög pólitískur, til dæmis varðandi lausn deilumála, sem að gefur okkur í raun og veru ákveðið forskot. Ef við horfum til dæmis til svissnesku samningarna þá fela þeir í sér svo kallega svona fallöxi ákveði, guillotine clause, sem þýðir að ef að kemur upp þess deila inntöku löggjafar, að þá fellur bara allur samningurinn úr gildi. Eða sem sagt þá tímabundi meðan við erum að finna lausn á því. Meðan að við erum með í EES-samningnum svona daldið flókið regluverk lausn deilumála sem á endanum er að því að ná samhljóma samstöðu. Þetta er svo sem ekkert nýtt heldur að það sé verið að leggja þetta fram. Þetta hefur verið gert í Noregi líka, tekið eitthvað svona stöðutjekk og athugað hvaða áhrif samningurinn hefur haft þar. Ég meina, þeir eru ennþá aðilar samningunum, er þetta heldur og þar hafi ekki verið bara einmitt niðurstaðan þetta sé svona frekar jákvætt allt? Jú, það var niðurstaða 2 ára vinnu sem var lagt af stað í Noregi árið 2010. Það var 2 ára vinna, það var nefnd sérfræðingar sem var skipuð og fekk skrifstofu, starfsfólk og aðstöðu til þess að fara grundigt í gegnum alla anga samningsins og samstarfsýrinn við Noregs við Evrópu. Þessi skýrslubeiðni sem nýverið var samþykkt á Alþingi samkvæmt þingskapareglum felur í sér að utanríkisráðherra hefur 10 vikur til þess að koma með skýrslu. Þannig að ég held að við getum ekki kannski jafna því saman.
og mér hefði þótt að heppilegra ef að menn á annar borð vilja fara í svona úttekt að við horfðum þá til þessar norsku framkvæmdar og gerðum þetta þá almennilega og það yrði þá sem sagt lögðu vinna í og það er líka sem sagt í Noregi þá voru haldnar sko fjölmarkar málstofur, skrifaðar greinar, öllum steinum var snúið við, svo má segja. Og ég finnst alveg sjálfsagt að skoða það. En hver var niðurstaða Norðmanna í þessari 2 ára skoðun þeirra? Voru eitthvað áhyggjur uppi stöðuna þar eða hvernig líktaði því? Heildar niðurstaðan var nú kannski svo að þetta væri besti samningur sem þú gæti fengið ef að þú vildir ekki óska eftir aðild. Já. Það er heildar niðurstaðan en auðvitað voru dregin fram þessi sjónarmið ákveðin lýðræðishalla, breytingar hjá Evrópusambandinu, þróun Evrópuréttarins og svo framvegis. En ég held líka í því sambandi verðum við núna til dæmis átt okkur á því að Evrópurétturinn er líka breytast að því liti til að hann er að útvíkka í raun og veru sitt sko landfræðilega gildissvið. Við sjáum það til dæmis núna síðast með persónuverndarlöggjöfinni sem við vonandi förum að sjá hér á landi að fyrirtæki utan Evrópu sem að vilja bjóða vörur og þjónustu innan Evrópu verða bara semja sig að þessari löggjöf. Það er ekkert valkvætt. Þannig að þar er Evrópusambandið leiðandi, ég myndi segja á heimsvísu. Þannig að þó að til dæmis við færum út úr EES, ef við vildum eiga áfram viðskipti við Evrópuríki, þá erum við til dæmis að uppfylla skyldur þeirra löggjafar. Já. Eitt aðeins í lokin, það tala sérstaklega það í þessari skýrslubeiðni að sko við þurfum að skoða stöðuna gagnvart Bretum eftir Brexit og svona það eins og það sé sett í eitthvað samhengi við þessa við samningin. Hvað sérðu fyrir þér að sé að fara að gerast núna þegar kemur að þessum samningi Bretum og Íslandi? Er þetta ekki ótengd mál í rauninni? Þurfum við ekki bara að fara að semja við Breta eins og þeir séu ekki partur af Evrópu? Já, sko við sjáum það núna að sem sagt þessi millibilssamningur sem Bretar eru að gera við Evrópusambandið sem að framlengir þá í raun og veru þeirra á innri markanum. Þá kom yfirlýsingar frá bæði Bretum og Evrópusambandinu að þessi óska að hann gildi líka fyrir EFTA-ríkin. Það hefur ekkert verið saminett sérstaklega við Ísland það, heldur leiðir það kannski af því bara við erum þáttakendur í innri markanum. Þannig að mér finnst nú líklegast að Evrópusambandið og Bretland muni gera einhvers konar samning og hann muni svo teygja sig til EFTA-ríkjanna líka. Já, þannig að þetta er bara einhvers konar svona limbó meðan þau eru að finna út úr þessu Bretar og Evrópusambandið. Já, en ég held að verði engin sko, við verðum ekkert einangruð í þessu samtali. Við erum partur af þessari Evrópusamvinnu. Já. Dóra Sif Tínes, kærar þakki fyrir komuna. Við komumst ekki með þetta lengra, verðum hérna aftur með silfrið að viku liðinni. Verið sæl.